Logi, landslið Svika framundan, hvernig svona tilfinningin rétt fyrir allt að fara af stað? Herðu, bara góð. Mér líst vel á bara okkur núna þessum æfingum, fáu æfingum sem við búnar og mér sýnist svona flestir vera heilir og við erum með dýpri hóp núna heldur en síðast og vorum nú mjög nálægt í að vinna leik á móti Búlgurum. Að mínum að vorum við betra liði, þannig að við erum svolítið svona okkur þyrstir svolítið að fara aftur á stað, fá annan séns og byggja á góðu pörtunum í þeim leik og ég held við sem bara tilbúinir í þessa tvo leiki. Það bæði Finnland og Búlgaría, Finnland sem er svona það situr aðeins í okkur vandalega sáleikur á Eurobasket og síðan ekki sérstök framistæð á móti Tékklandi, þannig að það er heldur betur að mótivera sig í þetta. Jú, og eins og þú segir á Eurobasket töpuðu þarna leik sem hefði getað verið svona fyrsti sigurinn í sögunni á stórmóti og sem við vorum frábærir í og ég held að við séum bara, viljum bæta fyrir líka síðasta leik, þú veist, á móti Búlgörunum og við vitum hvað Finnarnir geta, þeir eru með svakalega góða leikmenn í öllum stöðum og verða með einhverja leikmenn úr meistaradeildinni, Euroleague leikmenn, og þannig að þeir eru bara á við eins góðir og þeir voru á Eurobasket fyrir utan Markkanen og þannig að við erum bara brattir og viljum fá það heim og sína hvernig við erum þegar við spilum okkar heimavelli. Þeir voru sínum heimavelli á Eurobasket, þannig að núna ætlum við að taka aðeins á þeim í Laugardalsvellinum. Tveir síðustu leikirnir þínum með landsliðinu, verður þetta svona farewell-túr eins og Kobe? Já, er það ekki bara? Taka 2 á heimavelli. Ég hef nú aldrei held ég spilað 2 svona leiki á heimavelli í röð, þannig að allavega ekki í svona undankeppnum. Þannig að það er mjög sérstakt að fá 2 leiki í röð í Laugardalsvellinum og ég las að einhvers ég væri sá sem hefur spilað flesta leiki í þessari höll á íslenskum landsliðsmönnum. Þannig að það var fínt að fá 2 í viðbót og mér líður best hér í Laugardalsvellinum og þess vegna vona ég að verði bara fullt, verði alvöru stemming. Það er verið að gera saman einhverjar stuðningsmannasveitir og eitthvað, þannig að við kannski fáum einhverja alvöru stemningu hérna. Já, ég vona það. Það var rosalega gaman að taka þátt í leikjunum til dæmis sem við fórum á Eurobasket á móti Belgum og hvort það var ekki Bosnía á sínum tíma þegar við fórum á Eurobasket, þá var uppselt og það er ákveðin tilfinning sem maður finnur ekkert alls staðar annars staðar að vera með troðfulla Laugardalshöll uppselda. Þú veist, og kannski býst maður ekki við allir uppseldur höll en ég vona að veri læti og stemming, svoleiðis á að vera. Það er nú ekki oft sem við fengið landsleiki á meðan heimaleiki á meðan tímabilin er í gangi, þannig að svona körfuboltinn er á fullu. Fyrir þig persónulega, nú veistu að þú ætlar að hætta þegar þessir 2 leikir eru búnir sem með landsliðinu. Ertu með eitthvað sérstaklega í hausnum að njóta einhvern veginn hvers augnabliks meira eða hvernig það? Já, ekkert kannski meira heldur en síðustu ár. Þú veist, maður vissi alltaf að vera að styttast í þetta enda hef ég notið þessi botn að vera með þessum strákum og vera með liðinu og ég sagði í einhverju viðtali og ég sagði á Vísi að þetta er svona þetta fullkomna körfuboltalið þar sem allir eru að færa fórnir fyrir hvern annan og ég ætla bara að njóta þessi botn að fá að vera í svona toppliði og með toppleikmönnum og maður er búinn að vera með þeim í hátt 20 ár sumum í liðinu, þannig að þetta er svona sérstakt fyrir mig.